Frá og með 1. janúar þurfa ökumenn að greiða fyrir hvern ekinn kílómetra eftir að frumvarp kílómetragjald var samþykkt. Fjárlög voru samþykkt á 7. tímanum og þingið komið í jólafrí. Leiðtogar Evrópusambandsins sitja á maraþonfundi í Brussel og ræða hvernig fjárhagsstuðningi verður háttað við Úkraínu næstu árin. Deilt risalán byggt á rússneskum fjármunum en þeir hafa verið frystir í evrópskum bönkum. Nýr kafbátadróni Landhelgisgæslunnar var sjósettur í Kollafirði í dag. Hann gjörbreytir eftirliti með mikilvægum neðansjávar-innviðum eins og sæstrengjum. Fjöldamótmæli hafa verið í Litháen undanfarna daga vegna fyrirætlana stjórnvalda að auðveldara verði að reka útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins þar. Blaðamenn óttast skert fjölmiðlafrelsi. 50.000 blikkandi jólaljós og ótal jólastyttur prýða hús í Njarðvík. Húsráðandi opnaði jólaútvarpsrás til að leika undir herlegheitunum en þvertekur fyrir að vera jólabarn. Gott kvöld. Fyrstu fjárlög ríkisstjórnarinnar voru samþykkt á 7. tímanum á Alþingi og Alþingi nú komið í jólafrí. Magnús Geir Eyjólfsson, þetta hafa væntanlega verið annasamur dagur á þinginu. Helstu atriði frétta. Frá og með 1. janúar þurfa ökumenn að greiða fyrir hvern ekinn kílómetra eftir að frumvarp kílómetragjald var samþykkt. Fjárlög voru samþykkt á 7. tímanum og þingið komið í jólafrí. Leiðtogar Evrópusambandsins sitja á maraþonfundi í Brussel og ræða hvernig fjárhagsstuðningi verður háttað við Úkraínu næstu árin. Deilt risalán byggt á rússneskum fjármunum en þeir hafa verið frystir í evrópskum bönkum. Nýr kafbátadróni Landhelgisgæslunnar var sjósettur í Kollafirði í dag. Hann gjörbreytir eftirliti með mikilvægum neðansjávar-innviðum eins og sæstrengjum. Fjöldamótmæli hafa verið í Litháen undanfarna daga vegna fyrirætlana stjórnvalda að auðveldara verði að reka útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins þar. Blaðamenn óttast skert fjölmiðlafrelsi. 50.000 blikkandi jólaljós og ótal jólastyttur prýða hús í Njarðvík. Húsráðandi opnaði jólaútvarpsrás til að leika undir herlegheitunum en þvertekur fyrir að vera jólabarn. Þessi fréttatími á enda, en Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringinn. Þið finnið þennan og aðra fréttatíma í RÚV appinu eða í spilaranum. Takk fyrir samfylgdina. Í kvöld verið sæl.